Góðan daginn hér og velkomin til Stundarinnar og hún hefðbundin, byrjar yfirleitt eins og alltaf eins og það allt í lagi. Sumt má alveg byrja eins. Þetta það svona aukaatriði því að hver þáttur bara sjálfstæður þáttur og hann bara svona hinsinn. Og við erum auðvitað komin hér til þess að heyra boðskapinn. Þetta sem sagt biblíuþátturinn okkar og biblíuþátturinn okkar ekki stíf kennsla beint upp úr orði Guðs. Heldur meira hvatning til okkar að lesa sjálfur. Og það ástæða til þess að hvetja menn til að lesa sjálfur. Því að trúaður maður sem við erum, það getur ekki skilið sig frá lestri í orði Guðs. Því að orð Guðs, það heldur honum við það efni sem hann var kallaður til að sinna og vinna þegar hann frelsaðist. Og þá kemur til kasta orðs Guðs til þess að fylla upp í þær eyður. Því að þú vilt ekki lesa orð Guðs, þá myndu aldrei ná neinum árangri sem að þú vilt fá, því að allt verk Guðs það byggir á orði Guðs. Og þetta svo sem ekki djúp speki að tala með þessum hætti, því að svona bara þetta. Svona hefur þetta alltaf verið og svona mun áfram vera. Og menn og konur sem að fara þessa leið, fara líka inn á þessa sálma að, byrja á því til að mynda að eignast biblíu, það ekki allir sem eiga hana. En það einhvern veginn verður sjálfkrafa hjá að gera. Og svo það okkar systkinanna að hvetja hvort annan að orðinu. Því öll höfum við skilning á því, á mikilvægi þess að vera vel að sér í orðinu og betur heldur verð. Og ef einn getur orðið góður í orði Guðs, hvað sem það öndvert þá getur þú það líka. Þú ferð á bara sömu leið og þetta ágæta fólk gerir, að það lagði á sig verkið að sinna orði Guðs. Og hér erum við með orð Guðs og þessa bók má alveg taka fram og opna og lesa í henni. Og þar þetta orð Guðs sem við erum að tala um. Þannig þú ert ekki bara heyrandi, þú ert ekki bara þiggjandi, heldur ertu leið gerandi þegar þú sinnir þessu verki. Að lesa, að stúdera og pæla. Og líka meira sem vinst með því, sem aldrei ekki eitthvað bara út í bláinn, að þú ert farin þar með að taka ábyrgð sjálfur og sjálf á þinni trú. En ef þú ert ekki að gera þetta, sækir kirkju og ég veit alveg hvað fer fram þar og þú jafnvel og ég, að þá myndu aldrei vera þessi ábyrga trúaða manneskja. Þú ert bara heyrandi, en þú ert ekki gerandi. Þú getur kannski verið í einhverjum verkum niðri í bæ, ég veit það ekki, og það getur vel verið það sé allt í lagi. En ef þú sinnir ekki að orði Guðs, þetta bara einhverju öðru kringu það ekki nógu gott. Vegna þess að orðið byggir þig upp eins og Kristur vill sjá þig byggjast upp. Og þarna allur lærdómur sem ég og þú þurfum til þess að byggjast þetta réttu og við gerum það af því að við erum fús til þess. Við þurfum fúsleika. Og þegar Drottinn sér áhugann í þinn á þessu, þá líka gefur að þér þennan fúsleika. Þannig þetta að lesa orðið verður bara eitt af þínum vanaverkum í daglega lífinu. Og það ekki slæm bytti, það góð bytti.
Tekur þetta ekki of mikinn tíma frá þér? Ég veit ekki hvað þú kallar að taka of mikinn tíma frá þér. Ef hálftíma á dag of mikið fyrir þig, of mikið tími sem fer í þetta, eða ef væri hálftíma á dag, þá þetta of mikið tími. En hvað myndir þú gera við þennan hálftíma sem þú annars verðir í biblíu lestur? Ég segðu með það. Hefur eitthvað velt í fyrir þér? Slæpast aðeins lengur? Hanga aðeins lengur? Miklu gagnlegra að lesa orð Guðs og gefa sér ykkur tíma í það, heldur en að hanga ykkur stað. Einhver finnst það nú heldur skemmtilegt, eða ég veit það ekki. Þetta vel verið einhverjum finnst það mjög skemmtilegt, en mér finnst það nú reyndar ekki. Miklu betur að vera að gera þessi verk. Svo fyrir utan það, að þá er þetta mjög gagnlega verk fyrir þitt líf. Þetta snýst líka þitt líf. Og þú hefur alveg rétt á því að eiga gott líf sjálfur og sjálf. En hvað er þetta að gera til þess að þetta góða líf sé í hendi? Þú átt trú, en svo má spyrja, ertu að rækta þessa trú? En nú þetta daglega viðfang. Hjá mörgum það svo, já. Og margir líka að leggja á sig töluvert mikla vinnu til þess að hún sé þessi uppbyggjandi trú fyrir sjálfið. Við eigum líka að hugsa okkur sjálf þegar kemur að þessum atriðum. Ef ég rækti ekki sjálfan mig og með hjarta mitt allt í órækt, af hverju vil ég þá benda öðrum á hvernig þeir eiga að gera þetta ef ég ekkert að gera þetta sjálfur? Kannski gera þetta einhverjir, sjálfsagt gera þetta einhverjir, en hvers slags kennsla það? Við þurfum að byrja á sjálfum okkur. Og þá tökum við orðið okkur í hönd, lesum það, ég segi daglega, og stúdum það, þá leið daglega. Það það sem að byggja okkur upp í Jesú nafni. Því við elskum þetta Jesú nafn, við megum ekki gleyma því. Og allt þetta Jesú nafn sem þú þarft að vita, hefur í orðið Guðs. Og eftir því sem þú veist meira af þetta nafn, þá þekkir það betur, og það er bara skemmtilega. Það gerir gönguna ennþá skemmtilegri. Gangan frá degi til dags, eða fyrir mig, ég veit ekki með þig, hefur bara verið einn stór skemmtiganga þannig séð. Og ég er nokkuð viss það að þú skoðaðir það fyrir þig, þá kemistu líklega svipaðir niðurstöðu, en ég veit það bara ekki. Ég veit ekki hvernig menn taka sinni trú. Sumir leggjast bara í vælu og tala ekkert byrðar og bendingar frá öðrum, og hvað með það? Er ekki fólk alltaf að benda til hægri og vinstri? Það gæti alveg spennt á þig eins og einhvern annan. Og hvað með það? Og það að skipta sköpum fyrir mína trú og þína trú, hvað öðrum finnst hana. Mönnum má bara finnast nákvæmlega það sem það vill mína trú til að mynda. Það hefur aldrei neitt truflað mig. Og ég vil biðja Guð að gefa þér þessa hugsun líka, því að þetta er rétt hugsun. Við þjónum Guði. Við þjónum ekkert neinum mönnum. Annað að ganga undir skipulag manna, það er ekki það sama. En við þjónum Guði. En við þetta hlýðum yfirvöldum og við hlýðum svona þessari yfirstjórn, eins og allir aðrir menn gera, og gerum það fúslega. En við hlýðum Guði hvað okkur sjálf varðar. Þegar hann kallar, þá viljum við fara á stað. Og hann kallar alltaf út frá sínu orði. Þannig að þú þarft að byggja þig upp á orðinu, og þetta er leiðin. Þú tekur fram bókina, þú opnar hana, og þú lest hann ekki, því að ég er ekki með gleraugu, og þú eru þarna á hinu borðinu, ég held ég leiði bara að standa. Þannig að ég les ekki mikið í dag, en það er allt í lagi, þetta er bara hvatning fyrir þig þá, og þú bara lest blaðsíðuna meira, að þessi karl, hann er með gleraugun og nennir ekki sækja þú. Þetta er engin afsökun. Þetta er út allt, leiðirnir eru út allt,
og við gerum þetta svona eða hinsi. En við gerum við ekki. Það er það sem allt byggir á. Og hver er biblíufróðastur allra manna sem þú þekkir? Það skiptir ekki nokkru einasta máli hver er biblíufróðastur manna af öllum fólki sem þú þekkir. Vertu þessi manneskja sjálf. Þú hefur til jafns sama rétt og allir aðrir. Ef ykkur er alveg svakalega biblíufróður, alveg bara með eindæmi, þá skal ég segja af hverju. Hann hefur lagt á sig verkið að lesa hann. Og meira, hann er góður í biblíufræðunum að hann er líka að stúdera það sem hann var að lesa. Þannig byggistu þau upp, þannig þekkjum við orðið vel og þannig þekkjum við líka trúna miklu betur. Það er ekki akkur. Ég sé mikið nakk í því og ég veit ekki hvað þú sér, en ég sé mikið nakk í því. Þess vegna er orðið alltaf nálagt kristnum manni. Fari hann eitthvað, þá er hann með orðið með sér. Þannig bara er það. Þetta víkur ekki frá okkur. Og þú getur fengið orðið í alls konar broti, þetta fá þetta í vasabroti. Það er enda mjög smátt letur, en allt í lagi hægt að bjarga sér með gleraugunum, ef maður nennir að sækja þau. Þannig þú ert alltaf með þetta orð með þér. Þú ferð aldrei langt, þú ferð aldrei í margra daga ferð á þess að taka orðið með þér. Og ef þú gleymdir því, þá sennilega myndir kaupa því næstu bókabúð, bara til þess að geta verið með það. Svona er orðið nú kært. Þannig þú hefur alltaf, gefið þér alltaf, ef þú ert svona skipulögð kristin manneskja, sem ég veit þú ert, og gefur þér alltaf tíma, einhver tíman á daginn, til að lesa. Og ef þú lest ekki, þá gæti svo staða komið upp, sem er góð staða að vera í, að þér finnst það eitthvað vanta. Og það er þetta sem vantar, þú last ekki í dag. Og það er mjög góð stað að vera í ef maður er á þeim stað, ef maður gerir ekki þessi verk, þá finnst maður eitthvað vanta. Og þeir getur farið að hlakka til að eignast þetta, því þetta er mjög góð stað að vera í. Þannig að það segir mér það, ef þetta er þannig hjá þér eða mér, þá segir það mér okkur það að þessi einstaklingu hefur verið að rækta það sem að honum snýr. Hvað sína trú var það? Já, sem að honum snýr. Trúin er persónuleg. Hún snýr að mér. En hvað er ég að gera fyrir hana svo hún verði að vöxtum eins og hún á að vaksa? Trúin á að vaksa. Hún kemur sér lítið frækorn. En við veitum að frækornið það stækkar og vex. Og við getum látið að gerast sama, en við þurfum þá að vinna þessi verk. Það vex ekki bara sjálfkrafa, en það er þarna, það byrjar þarna. Og það hrópar á þig, þangað til þú ferð að sinna því. Þá líka byrjar það að vaksa af því sem að þú ert að skilja orðið. Og þú ert búin að vera í þessu áratugi. Þannig að það er engin maður að segja mér það að þú skilir ekki töluvert mikið betur orðið núna en var þegar þú varst bara rétt að byrja og þú sátt að þetta er Jesú. Hann er uppreisinn. Það var bara grunnurinn. En svo fórst að fræða þig um lífið sjálft, já. Þetta er bókin um lífið, myndi það. Og þá verður að lesa alls konar frásagnir og frásagnir, þetta eru gamla sögur, en þó ekki, að þú ert að sjá myndina lifandi fyrir þér bara þar sem þú ert, oft á tíðum. Af hverju? Þetta er bara hringrás. Endurtekur sig og endurtekur sig. Þannig að það þarf ekki að vera að endurskrifa orð Guðs á 30 ára fresti, eða 10 ára. Lífið bara heldur áfram í þeirri mynd sem við erum að lesa þarna. Manneskjan er alltaf við sitt sama hikkasorg og það er bara sannleikur. Þannig að Drottinn vissi náttúrulega alveg upp á punkt og breyk hvað hann var að gera þegar hann skrifaði hann eins og hann skrifaði. Hann vissi hvernig maðurinn er, hvernig hann hegðar sér, hvað hann gerir,
Og þetta allt í bókinni. 2000 og eitthvað árum síðar, þá erum við að horfa á það sem við erum að lesa í Biblíunni í mannlífinu. Á þess að við séum neitt að skipta okkur að því. Og mikið af þessum fólki hefur ekki hugmynd það að þetta sé með þessum hætti í orði Guðs. Því að það ekki allir trúaðir. En þegar það verður trúað, þá líka kemst að því að þetta allt þarna. Ég man eftir því að ég áttaði mig eins og því að þetta nú allt bara hérna. Þegar ég var að lesa orð Guðs, það var nú reyndar ekki til að lengur seinna eftir að ég var frelsaður að ég sá þetta. Og þetta líka ein birtingarmynd gönguna. Að þú frelsaði segjum hérna, en hérna gangan hingað og þá sér það, já, maður getur að lesa þetta allt í orðið Guðs. Löngu seinna eftir að þú frelsað, að því orðið að vinna. Og svo opinberaði þér það sem það vill, þegar það vill. Og þú allt í einu dregur upp þessa mynd sem við vorum að tala hér um. Ég meina þetta gerðist hjá mér. Ég veit ekki hvað þau gerst hjá þér, en nokkuð vissum að þú átt ykkur á þekka línu til hvað þig varðar sjálfa. Drottinn vinnur þetta mjög svipað á milli manna. Það kannski ekki alveg eins því að við erum sitt hvor einstaklingurinn með bara, já, við ólíkir einstaklingar þannig séð. En í grunninn erum við sama. Og svo kemur Kristur og þá blínum við öll sem trúum á hann. Aðrir, menn og konu, verða bara bræður okkur og systur. Þar með vinur okkar, auðvitað. Ég held að ríki nú svona almenn vinátta á milli kristinna manna, já bara hvaðan sem þeir koma úr heiminum, ég held það nú. Kristnir menn eru ekkert öðru síðan aðri menn, að þeir fara í rúllandi fíl og allt saman það. Bara lífið þannig, það alveg fullt af fílubókum sem að stökk upp og nefn sér og hlaup út og svo koma þeir aftur. Skjálbrosandi. Þetta að vera maður. Og þetta það sem við erum að sjá allt í kringum okkur og erum löngu hægt að kippa okkur eitthvað uppið og eitthvað sé sprikla þarna og svo leipur hann út. Þetta allt saman sem að gerast. Og af hverju það? En alltaf bara menn að vaksa. Menn að þroskast. Drottinn að tukta þá til, svona ekki að lafa, og þá bregðast þeir ókvæði við, sumir, og hlaup út. En ég held að flesti skili sér nú inn aftur. Okkur. Því Drottinn sleppir ekki hendinu af þeim sem hann á annar borð hefur gripið í. Þetta ekki mitt verk að einhver kom aftur, heldur þetta Guðs verk að einhver kom aftur. Og það líka eitt sem ég get alveg bent á og staðfest að vertu kjör það sem þú ert. Sumra séður að vera á milli, að flakka á milli safnaða. Og að kynnast vinum sínum, segja menn. Þetta ekkert endilega það, þetta bara eirðarleysi í hjartan. Það allt til að kíkja í aðra söfnið, en það langt síðan ég kíkti inn í annars söfnuð. Það bara mörg ár síðan. Alltaf annað veifi þá gerði maður þetta, en svo hætti maður því. Og ég bara heima. Það best að vera heima. Já. Söfnuður sem þú tilheyrir, hann verður bara þitt andlega heimili. Þú þarft ekki að fara í neitt annað andlegt heimili til að þykja þá þjónustu sem það hún það. Akkur, Drottinn sér sjálfur að þú hafir þessa þjónustu sem á að vera. Á að vera ákveðin þjónusta í kirkjunni, hún það. Og það eru ákveðinni menn innan safnaði sem sinninni. Og þeir eru til staðar. Þetta í öllum söfnuðum eins. Akkur. Því þú þarft ekki að fara neitt annað til að fá eitthvað betra. Vertu bara þar sem þú vilt vera og kyrrsettu þig þar. Rótfestu þar. Ég veit ekki hvernig kennslan kannski hún nú annan veg. Við erum að fara á milli og kynnast hvorum öðrum. Ég segi,
ég er ekkert endilega sammála þessu, en við erum öll vinir og það er nú markmið. Söfnuðirnir eru í raun og veru ágætis vinir og það er bara, finnst mér að vera nóg. Við erum ekkert inn á gafli hvori og öðrum, því að það er fullt verk að vera inn í sínum söfnuði. Ég tala nú ekki hafi menn einhvern embætti þar, þá er það fullt verk í raun og veru. Þannig að Drottinn er með þetta allt í sinni hendi og hann vill líka að við séum kjör þar sem við erum. Rótleysi, hitt svona að vera flakk á milli, er svona angi af rótleysi. Og ég hygg að við höfum öll verið þar, en allavega einhverjir, sumir, sjá að þeir vilja ekki þetta lengur. Og hvað gerist þá? Þeir stoppa einhvers staðar. Sinna bara því verki sem þar er og sinna því vel. Ég hygg að þetta sé alveg skýr vilji Drottins hvað þetta varðar. Og enn grípi Biblíuna og horfa á gleraugun á hinu borðinu. Ef þú heldur ég geti lesið núna, það er algjör misskilningur. Renna allir saman stafirnir. Þetta gerist með aldrinum og þú ert ungu og falleg manneskja. En svo verður þú gömul og falleg manneskja eins og þessi karl þú horfa á. Þá sér ekki neitt. Og að því að karlinn er latur í dag, að þá horfir hann bara á gleraugun á hinu borðinu og seilist ekki eftir þeim. En það getur vel verið að maður gefist upp og sengið þau. Það er nú stutt í þau. Kannski bara sleppum var því að lesa núna. Og hvetur þið bara til að lesa, maður þeirra, lestu. Og ég er ekki neitt. Fyrirgefðu. Við erum í mynd. Já, lifum merkilega tíma í dag. Við lifum alveg ótrúlega tíma og ég sé alveg svoleiðis möguleika til boðunarstarfa eins og bara hefur aldrei verið annað eins. Eins margir möguleikar til boðunar og í dag. Netið. Hver er ekki með netið? Og hver er ekki að sýsla þetta net á einhverju leiti hverjum einasta degi og oft á dag? Og það er einn að tala, orð Guðs. Það er líka alveg hellingsboðun í þessu. Hve marga skildi svona þáttur, kannski ekki þessi, það er nú fleiri ég í þessu, hafa dregið menn til trúar. Af netinu beint. Netið er einn af þessum stöðum sem Guð er að nota. Þannig að þú skalt ekkert vera bangin við að fara á netið og gera fallega hluti þar. Netið er bara raunveruleiki dagsins. Hvað sem þú segir, hvað sem þér finnst. Okkur finnst svo margt. Kristnimenn eigi ekki að gera svona og kristnimenn eigi ekki að gera hitt. Þú mátt alveg segja þetta. Ég má líka alveg blása á þetta og gera það. Notaðu það sem að Drottinn er með fyrir. Vilja hann að þú farir á netið, farðu þá bara þangað. Vilja hann að þú verði götutrúboði, þá farðu bara í það verk. En vilja hann að þú gerir eitthvað annað, þá skaltu gera það. En gerðu það sem Drottinn er að biðja þig um. Hann veit hvað hann syngur, en ég veit ekki alltaf hvað ég er að syngja. Ég syng nú reyndar mjög lítið. Og ég get alveg útskýrt af hverju, mér finnst leiðilegt að syngja. Ég hef aldrei haft neitt gaman að því. Og glamur og hljóðfæri, jú, maður gerði það nú einu, en ég hafði aldrei neitt gaman að því heldur. En ég reyndi að því að hlusta á tónlist, sem er allt á mál. Kannski er maður svona latur, maður nennir ekki hinn, ég hugsa maður sé nú bara svona latur, maður nennir ekki hinnu, en þá bara fer maður að leið að markinu, hlusta. Og stundum er mjög gott að bara hlusta. Og við förum í kirkjuna og hlustum, lærum af hlustunni. En stundum gerum við handtak þar og sumir í þjónustu þar. Það er alltaf einhver þjónustu.
Þú ert í sjálfu sér og auðvitað í einhvers konar þjónustu hver sem hún er. Þegar þú tekur fram bókina til að lesa og nennir að sækja gleraugu sem ég nenni ekki að gera, þá sérðu að það er, og finnur mjög fljótt að það er hellingsgagn á þessu. Svo fyrir utan það, þá líklega, já, ég talaði þetta bara fyrir sjálfa mig, mér finnst rosalega gaman að eiga við orð Guðs. En eins og ég var að segja á þannig, þá sé ég ekki stafina. Afsakið, letin í mér. En þetta er líka hvatning fyrir þig að bara gera þetta sjálfur. Við eigum ekki að sætta okkur við það að vera mötuð öllum sköpuðum hlutum. Það er miklu skemmtilegra, það er miklu áhrifaríkara og gagnlegra að vera alltaf þessi gerandi. En við verðum líka að vera þiggjendur. Sumir eru að þjóna í kirkjunni, gott mál, en þú sér þá aldrei á samkomu, ef þeir eru ekki að þjóna, þá eru þeir eitthvað út kvipp og hvað, en þú sér þá aldrei á samkomu bara einn og sér. Akkur er það? Þetta ekki. Forgangsröðunin hjá þeim er bara ekki í þessa veru. Ég hef tekið eftir þessu með fólk að þú sér það aldrei á samkomu, svona venjulegri samkomu, en það er ekki að þjóna, það er þó einhvers staðar annars þar, hvar? Að sinna sínu. Það vantar enn í þetta fólk þennan neista að vera bara í kirkjunni þegar stund er. Hvort sem að er til að þjóna eða bara til að heyra og hlusta og læra. Þetta er svona ábending sem að mér sjálfum fannst gagnleg ábending á sínum tíma. Að gera þetta svona. Jú, ég er vissulega að þjóna. Og sinni þjónustinni. En ég elska að sitja í salnum og hlusta og vera bara með sem áhorfandi og áheyrandi. Ég elska það. Ég er ekki heima ef ég er ekki að þjóna. Ef að taka upp kartöflur í garðinum heima sem ég reyndar sitt ekki niður lengur en gerðum tíma. Ég er í kirkjunni. Ég er alltaf í kirkjunni þegar stund er. En eins og ég var að segja þá þjóna ég þar. En þó ég var ekki að þjóna þá myndi ég samt koma og vera bara einn af hinnum á bekknum. Velja bekk eða stól. Það er líka bara mjög þarflegt. Það er líka mjög gagnlegt. Þegar maður kemur í kirkju, í raun og veru er maður alltaf að gera einhvað. Að hlusta með athygli og læra með athygli, það er bara heilmikið verk. Þannig að þú ert að gera alltaf eitthvað, þú ert að kemur í kirkju með réttum formerki. Að rétt formerki eru þau þegar þú ert með athyglina á verkum, orðum, söngnum og öllu því. Þá ert að gera verk. En ef þú ert þarna bara til þess að horfa upp í loftið, þá náttúrulega ertu ekki að gera neitt. Ég veit ekki hvort einhverju koma í kirkju bara til þess að horfa upp í loftið, ég veit það ekki. Það veit maður svo sem ekkert hvað fólk er að pæla. En ég hygg nú að þeir séu allavega ekki margir. En hvað veit ég? Já, vinir, ef við hefðum ekki kirkjuna, hvar værum við þá? Kirkjan er lífið sjálft og þetta tekur undir með mér ef þú veist ykkur deili á kirkju. Og það sem að í raun og veru ef þú skoðar það mál út frá annarri lið, þá sérðu að kirkjan, kirkjulegstar, er eitt af gagnlegasta sem eitt land státar af. Og nú verður þú rekur upp stór augu. Og þú sér nú ekki mikið gagn af þessari kirkju. Það er annað mál. Þú sér ekkert gagn af þessari kirkju, en þú hefur ekkert verið að pæla í henni. Er það ekki svoleiðis? Og þú ferð ekkert að pæla í kirkjunni
fyrir en trúin er komin og leið og trúin er komin, þá kemur líka áhuginn þinn á að lesa orð Guðs. Og enn horfi ég á gleraugun, þau eru þarna. Þannig að ég ætla ekki að lesa í dag, sennilega ekki. Ég get samt bent á góða staðinn fyrir okkur öll, Biblíuna. Þannig að þetta er allt til taks. Og þetta er allt til að nota og nýta fyrir sálatetrið sitt. Og sálatetrinu, þið líður betur undan orði Guðs en flestu öðru. Því orð Guðs flytur aldrei neitt nema gott efni. Ég hef nú gert þetta, ég hef aldrei farið í kirkju. Þeir tala svona. Þeir veit ekki alltaf hvað þeir eru að tala um. En við fyrirgefum þetta allt saman. Einn daginn þá kemur þetta fólk og verður eitt trúfastasta fólkið í allir kirkjunni. Guð er ekkert um megn. Honum er ekkert um megn. Síðan er annað mál og þar ræði ég öllu. Ég ræði náttúrulega alltaf öllu, allstað, hvað mér sjálf var. En því ræði ég sjálfur hvort ég ætli að endast þarna eða ekki. Þú getur alveg komið upp hjá mér einhver annar þangi sem að, já, ég sleppti samkomu núna. Ég var svo upptekinn af þanganum mínum, nýja. Og svo kemur önnur helgi og ég mæti ekki heldur og ég var svo upptekinn af þanganum, nýja. Svo endar það bara með því að ég er hættur að sjást þar. Ferli sem ég veitti ekki athygli en var djöfurlegt ferli í raun og veru. Hver fékk mig af stað? Ég held við vitum hvað hann heitir. Ef við viljum ekki að hann sé neitt að grautast í okkur. Þess vegna erum við vel á okkur í orði Guðs. Erum við gleraugun á réttum stað en ekki til hliðar við okkur og við nennum ekki að sækja þau. En við afsökum okkur á því að þetta er nú svona bara kennsla fyrir aðra að nýta þetta sem ég get ekki nýtt sjálfur og nenni ekki að gera þetta þar til að nýta það. Það er gott að gefa öðrum ráð. Það er mjög notalegt, þægilegt að gefa öðrum ráð og svo er það svo léttur leikur líka. Þannig að fara eftir því sjálfur er stundum öllu erfiðara. En þetta þekkir þú betur en ég. Hvað það að þó að þú sért ekki með gleraugun á fyrir augunum að þá getur þú samt gefið góð ráð. Því þú hefur reynsluna, áratuga reynslu úr að tóa það. Þessi kall þú þetta horfa á, hann hefur áratuga reynslu af orði Guðs. Þetta er líklega í fyrsta skipti sem hann er ekki með gleraugu fyrir fram að sig og í fyrsta skipti líklega sem hann nennir ekki að sækja það. Það er svo erfið stundum að standa upp. Það gerir þú nú sjálfur. En hvað það? Þá er kristið líf mjög gott líf. Það lítur nú að rosalega leiðilegt að vera kristinn maður. Mér finnst það skemmtilegasta sem ég geri þar að vera þessi kristinn maður. Og það er það skemmtilegasta sem ég geri þar að koma í kirkjuna. Og ég hef aldrei farið að hann útældi með skefu eða með vondum þöngum. Kann að vera maður á einhvern veginn komið þangað inn með í vondum þöngum. En eftir inn er komið þá breytist hann mjög fljótt. Bara andrúmið er þannig inn í þessum kirkjum að það bara skrúar allt upp. Þau vildi vísa niður. Og nú er ég að tala um huga og hjarta. Hjarta vísar stundum upp og stundum vísar það niður. Og það eru stjórnstöðvar mannsins, hjartað, sem segir allt líðanina. Og Drottinn er í þessu stjórnstöðum með sitt orð og það gleður alltaf þegar það hreyfir sig. Og ég veit alveg hvernig ná að gera þetta.
Og þú er oft glaðst yfir orði Guðs. Allt í einu fyllistu gleði. Af hverju? Þessi orð Guðs er að virka. Orð Guðs er að minna á Jesú. Þannig við erum án afsökunar ef við erum ekki að gera það sem að býður, og það er bara sannleikur. Við erum án afsökunar ef við erum ekki að gera það sem Drottinn býður. Við getum að gleymt og allt saman það. En ef þú gleymir endalaust, þá var ástæðan ykkur allt önnur en svona ykkur skyndi gleymska. Þá var bara orðin ásetningur. Þú nennir þess ekki lengur. Og þá ert þú komin í vond mál. En til þess að maður komist ekki á þennan stað í þessi vondu mál, þá gerir maður þetta verk daglega. Ég hef gert það daglega, eins og ég oft sagt frá, og þetta er sannleikur. Lesi þetta daglega og stúdera þetta daglega, og þessar greinar sem þú lest býður eftir mig, að það eru nú flestar svona byggðar á orði Guðs. Ekki allar kannski alltaf, en flestar eru byggðar á orði Guðs og þeim kafla sem ég var að lesa síðast. Oftast nær er það þannig. Þannig að þetta byggir allt saman á orði Guðs. Og það er bara markmið hér að það sé með þeim hætti. Drottinn á þetta inni hjá okkur að við sýnum honum þessa ræktarsemi að gera þessi verk sem við erum að gera í Jesú nafni. Og ef við gerum þau í Jesú nafni, þá segir sér sjálft að það hlýtur þá einhvað að þurfa að byggja á orði Guðs. Alveg á orði Guðs, ekki bara sumpar. Bara til að snúa réttum kili að þér. Svona er orð Guðs. Það er lifandi og kröftugt, það býr í hjartanu þínum, þannig að þú þarft ekki að fara á heimsenda til að sækja það. Og vera á að sækja þetta fyrir mig. Það er ekkert að sækja. Þú ert með það með þér. Það kom sér fyrir það sjálft og þú getur notað þetta úr hjartanu. Því það sem að þú ert, þar er trúið í með, og allt sem trúin hefur safnað í sig af reynslu og þekkingu gegnum einhverjum og sérlega orð Guðs. Þannig að við erum á afsökunar ef við eitthvað, þess vegna þurfum við bara að losa okkur við þetta og bara gera verkið. Og við erum svoleiðis upptekin að því að mæta á samkomur að bara, við erum ekki til umtals neitt annað nema að fara á samkomur. Og ef þú ert á þessum stað sem mér eru þar, og ég þakka fyrir það, þá ertu líka komin á réttan stað og þann besta stað sem þú getur fundið. Það er hvergi betra heldur en að vera á samkomu. Mér leiðist nú alltaf á samkomu. Ég held að þeir séu nú ekki til sem að tala svona, hvað veit maður svo sem hvað menn tala. Ég held nú að flestir gangi út af samkomu með góðaskapið sitt, hvernig sem þau koma inn. Ég held það nú. Og það er alveg til skýring á því. Við erum að þjóna góðum Guði. Það er skýringin. Guði sem er ekki bara stundum þetta og stundum hitt. Nei, hann er bara góður. Og við þurfum að hitta einhvern sem er alltaf góður við okkur. Við viljum það. Og við getum það. Og hann heitir Jesús. Og það er með hann sem við erum að boða hér. Jesús. Og þú lest allt hann sem þarf í þessari bók, yndislegu bók. Þannig að kjölurinn, náttúrulega þú sér bara kjölinn ef þetta er bara í bókahellu. En sumir taka hana frá. Setjum gleraugun, sem ég ger ekki í dag, og svo fara þær að lesa. Og svo fara þær jafnvel að stúdera það sem þeir voru að lesa og tilverða einhver stíll á blaði sem einhver staðar er birt og gleður mann og annan.
En margir trúaðir til að lesa þessa pistla, bara til þess að styrkja sína trú. Og ekki til neins annars. Og þakkláttur fyrir það að einhver nennir þessu lengur. En það komið að lokum og Konráð þakka fyrir sig og kveður og heldur svo góða verki Drottins áfram og verið sæl.